Ég heiti Finnur Sveinsson og ég byggði fyrsta svansvottaða íbúðarhúsið á Íslandi. Ég er búinn að fá heimsókn frá Ásgeiri frá Iðunni og við ætlum að ræða dálítið húsið. Finnur, þú kannski segir okkur stuttlega frá þér sem persónu. Já, ég er búinn að vinna í umhverfismálum í það bil 25 ár og bæði í Svíþjóð, bjó 12 ár í Gautaborg og svo hér heima. Þetta er búið að vera dálítið draumur hjá mér, svona að byggja svansvottað hús. Hugmyndin vakna fyrst 2005-06 að byggja þetta hús. Og við hjónin, kona mín heitir Þórdís Jóna og hún er hjartalæknir upp á Landspítala. Við höfum svona velt þessu fyrir okkur í dálítið tíma og svo kom tækifærið 2015 að ráðast í þetta verkefni. Húsið hlaut svansvottunina. Af hverju svansvottunin frekar en aðrar vottanir? Við ákveðum að fara og fá húsið svansvottað, en það var ekkert alveg augljóst í byrjun. Þegar hugmyndin kom 2015 þá veltum við fyrir okkur eigum að fara í Svaninn, eigum að fara í Brím. Nú er deiliskipulagið hérna vottað með Brím og það kannski lá næst við að fara í Brím-vottun. Við skoðum líka GGNB sem er þýskt kerfi, við skoðum passívhús, við skoðum miljöbygnað og svo framvegis. Á þeim tíma þá var ekki til vottun hjá Brím einbýlishús eða íbúðarhús. Það kom ekki fyrir nokkur síðar og þá hefðum við þurft að fara í svokallaðan bespoke-staðal sem hefði kostað okkur einhverja milljónir að bara gera staðina fyrir þetta. Ég fór einnig og heimsótti Svaninn í Svíþjóð, ræddi þetta dálítið við þau og það var svona okkar mat þegar upp var staðið að þetta væru kröfur sem að væri tiltölulega einfalt fyrir byggingariðnaðinn á Íslandi til að tileinka sér. Nú Svanurinn er þekktur á Íslandi, það eru kannanir sem sýna það að það eru svona 85-95% Íslendingar sem þekkja Svaninn, þannig að það var auðvelt fyrir fólk að tengja við þarna ákveðna umhverfisvottun. Brím er ekkert þannig að þekkt nema innan ákveðins hóps og það sem að við vildum sýna fram á það væri hægt að byggja umhverfisvænt og fá fólk til þess að tengja og fólk til þess að skilja hvað þetta fjallað að þá mátum við svo að kannski Svanurinn væri besta vottunin eða besta vottunarkerfið fyrir þetta hús. Nú fókusar Svanurinn á að takmarka orkunotkun í húsinu. Hvernig á það við okkur hérna á Íslandi þar sem við kannski endilega búum ekki við vandamál? Þetta er áhugaverð spurning því að við skoðum til dæmis passívhús og zero energy hús og við ákvæmum bara strax þetta er bara Íslendingar skilji ekki það við þurfum að spara orku. Svanurinn hann er með ákveðna kröfur sem eru það bil þær að orkunotkun húsa má ekki vera meira en kannski 80% af því sem byggingarreglugerð kveður á Og í Skandinavíu er þetta oft á bilinu svona 80-90 kWh sem að reglugerðir kveð á og þá þarf þetta að vera 80-90% af því sem að reglugerð kveður á. Á Íslandi er meðal orkunotkun húsa yfir 200 kWh. Þannig að það var tekin svo ákvörðun að orkunotkun á Íslandi fyrir hús ætti að liggja undir 160 kWh sem er samt helmingi meira heldur en almennt gengur og gerist í Skandinavíu. Og þá má kannski réttlæta það út frá því að kolefnisspor orku á Íslandi er lægra heldur en kolefnisspor orku í Skandinavíu. En samtímis að þá er náttúrulega að nota of mikla orkun, það er sóun, þannig að það er mjög eðlilegt að þú minnkir orkunotkun. Það þarf líka mikinn infrastruktúr, mikla innviði fyrir að dreifa orku og taka við vatninu aftur. Þannig að það er líka ákveðin sparnaður í því innviðum að vera með minni orkunotkun og ekki vera puðin eitthvað út í loftið. Og hvernig höfum við unnið með þetta? Við höfum unnið með orkunotkun á annars vera. Við erum með tiltölulega lítið yfirborðsflatarmál af hjúpnum sem eru gluggar.
Ég held að yfirborðið hjá okkur í gluggum sé 18% á meðan að hús á Íslandi eru yfirleitt með 30% af yfirborðinu sem glugga. Við erum með loftræsikerfi sem er með hitaendurvinnslu, þannig að við erum að endurnýta hitan úr lofti sem við erum að blása inn til þess að hita aftur loftið sem kemur inn. Og síðast en ekki síst að þá hugsaðum við dálítið einangrunargildi glugga, þannig að við værum ekki með að puða út mikill orku í gegnum gluggana þótt að við hefum kannski geta gengið enn lengra. Þannig að þegar við létum gera orkuútreikning á húsin okkar að þá útreiknað gildi fyrir orkunotkun þessa húsum 120 kWh á fermetri á ár, en reynslan sýnir hingað til að þetta hefur verið svona 150-60 hjá okkur. Ég hins vegar ræði oft þetta til dæmis bæði með hitaendurvinnsluna og einangrunargildi glugga. Þetta fjallar ekkert orku, þetta fjallar lífsgæði. Nú erum við ekki með, kannski ekki þekkt fyrir að vera með mikla birtu hérna á þessu landi, hérna Íslandi. Og leið Svanurinn sem sagt gerir kröfur birtuskilyrði inn í húsinu. Jú, við náttúrulega, annars vegar rétt Svanurinn krefst þess að við gerum ákveðna dagsljósaútreikninga og sem við gerum, og þá ákveðin útreiknað dagsljósafaktor sem að við þurfum að ná, og það þannig að hann þarf að vera minnst og kosti 1-1,5%, en á helst ekki að fara yfir 5%, því að ef þú ert með 5% dagsljósafaktor þá verður bara allt og heitt inn í húsinu þegar sólin skín. Nú, við unnum þetta annars vegar með það að við erum að fækka gluggunum. Við látum gluggana yfirleitt snúa í suður eða vestur, þar sem við erum að fá meira en birtuna. Við erum ekki með mikið af gluggum í norður eða austur, þar sem kannski maður væri bara að tapa út hita. Þannig að það var svona annar hlutin af þessu. Og síðan ætla ég líka að nefna það að þessi reglugerð að reikna út dagsljósafaktorinn, þetta ekkert algengt, þetta sé gert á Íslandi, því að reglugerð á Íslandi segir bara fyrir hverja 10 fermetra gólfflatar átt að vera með 1 fermetr af glugga. Það bara ekki aðferðafræðin sem notuð erlendis þar sem að þú átt að reikna dagsljósafaktor. Þannig að þetta var dálítið nýtt fyrir marga að þurfa að reikna þennan dagsljósafaktor. En mér til mikil að rána þá eru flestir ungir arkitektar sem að koma erlendis frá, að það þetta orðið staðall og þurft að reikna. Þannig að þetta var ekkert meira áttamál. Jú, svo get ég bætt við líka náttúrulega settum glugga pínu strategist. Við erum með þakglugga til þess að ná inn birtu að ofan líka. Þannig að við náðum öllum þessum mælingformum á tiltölulega einfalda máta. En hvað Svaninn varðar? Nú eru ákveðnar kröfur gerðar fyrir vottuninni sem slíkri. Eru gerðar öðruvísi kröfur hér á Íslandi en erlendis hvað þetta varðar? Svanurinn sem sagt í eigu norrænu ráðherranefndarinnar og þar leiðandi á öllum Norðurlöndum. Og í sumum tilfellum verið að vitna í reglugerði hvers lands fyrir sig. Og á Íslandi þá það náttúrulega orkukröfurnar. Við hins vegar eru hljóðvistakröfur og eins og með dagsljós og annað, að þá sagt ef það ekki til kröfur á Íslandi eða í viðkomandi landi, þá máttu velja þér kröfur annarra landa sem þú átt að fylgja. Þannig að til dæmis í dagsljósafaktornum þar sem ekki til kröfur á Íslandi, þá ákveða að fylgja sænsku reglunum. Hljóðvistakröfurnar þá var sambandið bara, það hafði dálítið eftir hvar arkitektar og verkfræðingar höfðu verið að læra hvort að þeir þekktu norsku kröfurnar eða dönsku kröfurnar eða sænsku kröfurnar, og þá fylgdu þeir bara þeim kröfum. Í vistvottuðum húsum þá þarf að takmarka orkunotkun eins og við tölum áðan. Leyfið ykkur til dæmis að fara í 20 mínútna heita sturtu eða fer Svanurinn að gogga í ykkur ef þið verðið of lengi? Í fyrsta lagi goggar Svanurinn ekkert í okkur því að hann, í raun og veru, við fáum vottuna þegar að húsið tilbúið. Við þurfum ekki að endurnýja vottuna eða eitthvað þess háttar. Ég leyfi okkur að fara í 20 mínútna sturtu, ég myndi örugglega bráðna ef ég væri í 20 mínútna sturtu, það er þannig. En svo getur líka tekið sem dæmi, orkunotkun húsa 90% upphitun. Það ekki nema 10% sem heitavatnsnotkun og allt það sem þú ert að gera dagsdaglega. Þannig að hoppa í sturtu skiptir tiltölulega litlu máli. Svona kannski að lokum, hvernig líður ykkur hérna í húsinu? Við erum náttúrulega búin að fjárfesta svo mikið í ímyndinni í þessu húsi að við getum aldrei sagt neitt annað en okkur líði stórkostlega. En það líka alveg sannleikanum samkvæmt, okkur líður mjög vel í húsinu. Nú, húsið búið að standast okkar væntingar að mestu leyti. Eins og alltaf þegar maður byggir sitt fyrsta hús, maður mun alltaf
velta fyrir sér og maður hefði getað gert eitthvað betur og svo framvegis og það alltaf þannig. En okkur líður mjög vel í húsinu og við erum mjög ánægð með það og þetta með eins og með loftræsikerfi sem við bundum mikla vonir við, það algjörlega sláinn. Gluggamálin algjörlega sláinn og það náttúrulega það sem okkur finnst best í þessu að það öll byggingarefni sama hvort að það heiti límkítti eða stórir hlutir eins og innréttingar, það má ekki innihalda nein efni eða neitt sem krabbameinsvaldandi eða hormónatruflandi og svona. Og það gefur manni bara dálítið góða svona tilfinningu að vita það ekkert svona í húsinu. Við erum hérna á ákveðnu hotlóð og það ennþá mikið verið í framkvæmdir hér í gangi og auðvitað fáum við mikið af einhverju drasli, byggingadrasli og svona sem bara fer sinn endurvinnslu veg þegar það hafnar hérna hjá okkur. En ég held að við getum til dæmis haldið flóamarkað með grillábreiðum og ýmsu öðru sem hefur búið að fjúka hérna inn á lóð hjá okkur sko. Finnur, takk fyrir spjallið.